Góðan daginn, ég heiti Svava Pétursdóttir og ég ætla að segja ykkur frá öllum þeim leiðum sem í boði til þess að verða kennari yngri barna semst á meistarastigi. Fyrst getum við kannski velt fyrir ykkur hvers vegna ættum við að verða kennarar yngri barna og hvers vegna ættum við yfir höfuð að vera kennarar. Kennarastarfið er afskaplega fjölbreytt og gefandi starf og þetta er vaxandi hópur fólk sem áttar sig á því hvað þetta er ánægilegt. Ef við höfum áhuga á þróun máls og læsisbarna og íslenskun okkar að vinna með ungu börnum sem eru í 1. til 5. bekk, vinna með fjölbreytt verkefni með alls konar sérfræðingum í menntunarfræðum. Ef maður hefur fjörugt ímyndunarafl, ég stóðst nú freistinguna núna að setja fullt af myndum af fjörugum kennurum og öskudaginn. Facebookið mitt hefur aldrei verið jafn lifandi eins og í kringum öskudaginn þegar sem stóri kennarahópar njóta þess að vera saman í lífi og starfi með sér og börnunum og fara í búninga. Og svo náttúrulega þetta eiga möguleika á krefjandis en gefandi starfi. Námið hjá okkur, það snýst í raun þrennt. Og að það eiga þátt í því að vinna með börnum, taka þátt í námiðir og þroska og það eru ógleymanleg augnablik þegar maður er að kenna litlu krílunum og þau átt að sjá því að þau geta tengt saman stafi og það segir, það kom eitthvað út mér og þetta er bara ógleymanleg augnablik. Starfið er fjölbreytt, við vinnum með fullt af fólki, foreldrum, samkennurum, sérfræðingum og svo börnunum. Og það er líka þegar maður er kennari, þá er maður í námi alla ævi því að það er alltaf að þróast kennarastarfið, börnin, starfsumhverfið, samstarfshópurinn, námsefnið og svo framvegis. Þannig að maður á sífelldri persónulegri þróun. Þannig að það má segja að það sé þetta þrennt sem að námi snýst nám barnanna, líka persónulega umsjón þeirra, að hafa umsjón með velíðan þeirra, tengsl við heimilin og skólana, vaka yfir velferð þeirra og svo þessi samvinna og fagmennska að vinna með samstarfsfólki og sérfræðingum. Þá skulum við líta á námsleiðirnar. Það hefur verið vaxandi hópur fólk sem hefur komið til okkar í nám til að verða kennarar yngri barna sem eru með aðrar gráður en af menntavísindasviði, sem eru með BS eða BA-gráðu í einhverju grein. Það er algengt að það sé uppeldisfræði, sálfræði, leikskólakennara, ýmsar kennslugreinar grunnskólans, svo sem íslenska, enska, náttúrugreinir eða listir. Og þetta er svona 2 ára nám sem þú kemur í eftir aðrar gráður, sem er þó sérhæft bara að því að verða yngri barna kennari. Hin leiðin er grunnskólakennsla yngri barna og það er fyrir þá sem hafa löngu ákveð og ætla að verða kennarar, eru konur með B1 gráðu og ganga þarna beint inn og þau geta valið annarkvort leið sem heitir M1 sem fylgir meistararitgerð eða MT það sem meiri námskeið og ég tala aðeins meira um það eftir. Í 5 ára náminu þá er mikil sérhæfing, þau hafa mikil rými til þess að sérhæfa sig, þau eru búin að fara í gegnum alla almenna kennslufræðina. Fyrra árið einkennist af menntunarfræði og heilstæðri yngri barna kennslu, að vinna með margbreytilega nemendahópa og svo eru fullt af valnámskeiðum, 20 einingar. Seinna árið er vettvangsnám sem ég ætla að tala aðeins meira um eftir og svo er þessi ritgerð, 30 einingar þar sem að nemendur geta valið sér hvað þeir vilja vinna með, búa til námsefni, vinna rannsókn, gera fræðilega ritgerð, hvað sem að hugur þeirra stendur til, eða að taka kjörsvið sem eru þó 30 einingar í viðbót á ákveðnu sviði sem eru talin upp hérna neðst, námakennsla mótum leik og grunn, læs- og lestarkennsla og kennsla af erlendum uppruna. Og það er í rauninni líka þannig með BA og BS fólki að þau geta vala á milli M1-leiðar eða MT-leiðar en þau hafa ekki þessi kjörsvið. Það er meira kjarnað það nám, það heitir Master of Education, þetta eru 120 einingar sem líkur meistarverkefni eða MT sem að eru líka 120 einingar og þeir sem eru með B1 gráður hafa 30 einingar til dýpkunar en hinnir hafa meira svona kjarnað nám sem eru 2 ára náminu. Og meginreglan þegar þú sækir er að þú hafi 7,25 í fyrstu einkunn.
Vettvangsnámið sem ég talaði áðan, það búið að vera núna í gangi nokkur ár. Þannig að við erum búin að færa allt vettvangsnámið yfir á seinna árið og það gefur fólki möguleika að vera í því sem við kölluðu launuðu vettvangsnámi. Þá sækir fólk starf í skóla og að starfa í skólum og þetta kemur til af því að það vantar sífellt meiri kennara og fólk var farið að kenna hvort með náminu og stjórnvöld hafa viljað styrkja við þetta að fólk komi í kennslu og þarna eru í boði styrkir. 800.000 krónur styrkur fyrir þá sem vilja að verða kennarar. Helmingur greiddur út eftir 90 einingar en restið með útskrift. Á þessu loka vettvangsnámi þá eru þið alla vikuna allt árið í vettvangsnámi. Ef að þið veljið að taka ekki þetta launað vettvangsnám, heldur taki bara ólaunað vettvangsnám, þá þetta 20 klukkustundir á viku og þið fá að kynnast öllum hliðum kennarastarfsins alveg frá upphafi í haustinu og alveg til loka vorið. Og þetta gífurlega góð og mikil reynsla sem fæst úr þessu og hefur heppnast mjög vel. Þannig ef við lítum bara á þetta í heildina, þá sem sagt eru ýmsar leiðir sem liggja því að verða kennari og nú ég búin að tala yngri barnakennslu, en raunin samt svo núna að samkvæmt nýjum lögum, þá bara eitt leyfisbréf til kennslu, þannig alveg sama hvaða leið þú ferð að þessu, þá ertu komið með leyfisbréf til kennslu á öllum skólastigum, frá leikskóla og upp í framhaldsskóla. Þannig að loknu námi, þá alveg örugt að fólk fær starf, það vantar kennara á öllum skólastigum, sérstaklega í leik- og grunnskólum, yngri bekkjunum. Og eftir þetta nám þá ertu komið almenna hæfni til kennslu, þú komið grunni í kennslufræði sem nýtist á öllum skólastöðum. Þú veist ýmislegt námskrár og skólastefnu og uppeldi og þroska einstaklinga. Þú komið mikla reynslu af vettvangi sem á að nýtast í starfi og margir eru komnið þá með ýmsa sérhæfingu þeir sem hafa farið í gegnum 5 ára námi hjá okkur. Þannig að með þessu eina leyfisbréfi þá eru fjölmörg tækifæri og atvinnutækifæri í menntakerfinu fyrir utan það alla stóðþjónustuna. Námið núna staðsett upp í Stakkahlíð. Við bjóðum upp á fjarnám. Allar námsleiðir eru boðnar í fjarnámi. Það hefur þróast þannig núna að við erum með fjarnám með staðlótum og oft með rauntímaþáttöku sem hefur líka reynst vel að fólk hittist saman á Zoom eða Teams til þess að ræða saman og fara saman í gegnum námið. Og þarna sjáum við brosandi allind nemenda minna í Zoom-tíma segi ég. Við erum með töluvert að hópverkefnum þar sem nemendur vinna saman. Kennslan starf þar sem maður alltaf að vinna með saman, þannig að það reynir á þá hæfni og það þessi miklu tengsli við vettvang sem myndist á í þessu langa vettvangsnámi. Þannig að ég vona bara að þið komið í kennaranám, helst í yngri barnakennslunni og að þið hafið sambandi okkur upp á menntaðstöðsvið og hlakka til að sjá.